Góðan daginn og velkomin í þátt númer 102 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Í dag er mánudagurinn 21. desember og ég var næstum því búin að gleyma að taka upp. En svo sá ég að Kristín í Vatnsnes var að setja inn þátt og það kom frá Gunnhan þáttur í gær og þá hugsaði ég, ætlaði ég ekki hendi eitt fyrir jól? Og ég ákvað að drífa því. Ég svo sem verkefni sem ég hef verið að vinna hvað mest í síðustu 2 vikurnar. Get ekki sýnt ykkur, en seinna. Það er sem sagt sýnishorn fyrir Stephen West. Þannig að sjá það síðar, en það er geggjað, ógeðslega glaðlegt og ég get bara ekki lagt það frá mér. Það er bara þannig. Annars bara, já, það er allt þetta hefðbundna, klár, verkefnislu, hvað á döfinni og hvað datt í pokann og allt þetta. Mér langar nú að byrja svona aðeins á væmnu nótunum og bara þakka ykkur innilega enn og aftur fyrir að nenna að sitja hér og góna þetta á mig. Það sem að ég veit bara hvað mér finnst gaman að horfa á svona podcast og ég sé svona orðin meira picky núna að þá gerir þetta ótrúlega mikið fyrir mann einhvern veginn, maður er mikið víðsýnni og lærir alltaf eitthvað nýtt og rekst á uppskriftir sem maður vissi ekki að væri til og bara alls konar. Og svo að ég tala nú ekki vinskapinn sem að ég eignast í gegnum þennan skjá sem að er náttúrulega bestur af þessu öllu og alveg ómetanlegt. Af því við getum verið pínu skrýtnar skrúfur, við sem erum í þessum bransa og ég sé að síminn minn er aðeins að skekkjast, bara skekki ég mig líka. Það er svolítið erfitt að hafa hann alveg réttan í haldaranum sínum, en við látum okkur hafa það. En já, ég vil bara þakka ykkur fyrir að horfa á mig og vera með mér og senda mér skilaboð og skrifa undir vídeóin og þau hafa enga hugmynd hvað þetta gerir mikið fyrir mig og er mikil hvatning og að því oft maður alveg bara, ég eitthvað að eltast við þetta. Svo kemur kveðja sem að segir manni, jú, höldum áfram. Og þetta er gott spark í rassinn. Svo sá ég burtséð frá þessu, sá ég að Rósa Þorleifs var að deila því að við Íslendingar værum duglegastir bara af þeim löndum sem nota rafeyri að nota rafeyri. Og ég er ekki búin að skrána mig brot því sem ég er búin að gera þessu ári. Eða svona. Ég ætla að reyna að gera mig í brókum jólin og gangi í það. Það er svona, allavega fyrir áramót. Mér langar rosalega til þess. Ég er búin að segja þetta í hverjum einstu þætti síðan í fluttingað, en bara, já, svona er þetta stundum. Ég var allavega þau verkefni sem voru fyrir inn á rafeyri hjá mér og þegar ég hef klárað þau, þá hef ég merkt þau kláruð þó að sé kannski ekki endilega komið mynd eða frekari upplýsingar. En það er rosalega gott að halda utan um þetta, þú veist, af því að mér finnst ég kannski ekki vera að gera mikið, en svo því ég sé það allt saman talið að þá er þetta bara ótrúlega mikið og gott, góða ástundun í jóga. Ef þið heyri ykkur auka hljóð, þá er bara brjálaða stuð á neðri hæðinni, það er greinilega komið jólafrí í skólanum, það er bara yndislegt, gaman að hafa lífi í húsinu. Nú, það eru klárin. Fyrst er húfa sem að ég ætla að setja mynd af. Þessi húfa er gerð úr Big Merino frá Drops á lítinn vin dóttur minnar og hann langaði að gefa honum í afmælisgjöf svona eins húfu og Hilmir Þór
á sem ég gerði á hann og þetta var minni með 1-2 ára stærðin. Þetta húfa frá Hlína Designin á Ravelry, mjög einföld og þægileg og það fór 1 hespa, 50 gramma hespa í þá stærð. Og fór aðeins meira að ég gerði næstu stærð fyrir hann á Hilmi og þá fór rúmlega hespa. Þannig að þetta alveg brilljant verkefni svona fyrir 1 hespa af grófu gatni og svo vildi Anna mín að ég setti 2 dúska á eins og var hjá Hilmi og þá var hún bara ready. Síðan kláraði ég 1 par í viðbót af jólasokkum. Þetta Hex Dyeworks gard sem ég fékk í fyrra. Svona sjálfmynstrandi og ég átti grænan lit frá Ostermann Stepp sokkagatt sem tá, hæll og stroff. Bara þetta hefðbundna sem ég er búin að vera að gera. Og ég byrjuð að safna ég ætla að ná í það, í kassa. Ég þarf að fá mér stærri kassa, það alveg ljóst. En ég farin að þá pota ég pota þessum ofan í og sýna ykkur. Ég komin með 9 pör af sokkum. Jólasokkum eða svona aðventu sokkum. Þeir mjög misjólalegir en eiga það allir sameiginlegt að vera tileinkaðir allavega jólum eða aðventu. Þannig að ég hugsa að ég nái að tróða 3 pörum í viðbót í þetta en svo þarf ég bara að fá mér stærri af því að ég vil gera í það minnsta 24 pör. Svo hitt klárið ég fór að spinna á litla rafmagns hjólið mitt, pínu litla græjuna ákvað að rifja upp kynnin við hana og hún spinnur líka svo rosalega fínt. Það svo auðvelt að spinna fínt í hana en þetta sem sagt spólunar í hana og þetta með svona amerísku plugginni þannig að ég þurfti að kaupa mér strömbreyti í þetta. Það alltaf svo get ég fest þetta bara við svona hleðslubatteri svona eins og maður nota fyrir síma og úr því varð þessi hespa. Þetta heitir Nougat og þetta var svona skinny Rolex 100% Merino 23% Micron og þetta frá Spindle & Stitches á ekki minni mig. Ég keypti þetta fyrra fyrir jólin og þetta svona 2 þráða spunnið saman, sem 2 einspinnur spunna saman og þetta eiginlega leysi og á eftir að mæla þetta og svo hérna 1 lítill gaur sem 3 þráða af því að þetta var bara afgangurinn af annars spólunni og í staðinn fyrir að eitthvað við að vinda af á aðra spólu og þá gerði ég bara 3 þráða. Það hægt að gera það sem sagt með ákveðin tækni á þess að það séu 3 spólur með gatni á. Og ég átti að þvo þetta reyndar og þegar ég verð búin að því þá get ég séð, mælta og séð í hvaða flokka þetta fellur undir en ég myndi ætla að þetta verði svona light fingering og þetta bara eins og þetta ótrúlega létt og kósí og þetta eitthvað sem maður myndi ekki þola að fara í að vera sokkur fyrir það fyrsta þá var engin styrking í þessu, þetta bara 100% Merino og þannig að þetta myndi tætast upp strax en þetta getur verið brilljant í húfur og ég keypti annan svona jólalit frá
henni, hún er með alveg frábæra liti þessi. Og þetta er sem sagt hinn liturinn frá henni. Og þetta er grófara, þetta er Spanja og lúettin minn og það er meiri snúningur í því og svona, en þetta er líka 100% meirinn og þannig að það fer heldur ekki sokka en þetta getur verið geggjað sem húr eða sem svona aukalitur í byrstykki eða eitthvað svo les. Þannig að það var ótrúlega gaman að rifja upp kynnin við litla gæjan aftur. Og ég er að þessu til þess að þjálfa upp hendina aftur. Hann fór alveg hingað upp í lóan. Þetta var alveg mun stærri skurður en hann átti að vera því að hann var að reyna að elta taugina hingað. Hún er rosalega illa farin þannig að ég var sjálfsagt alltaf dofin í henni en ég er alveg með mátt í henni þannig að það er mjög gott. En hún er alltaf svona, eins og ég sé að svona klára náladofa í henni. Og svo hinn er alveg að koma tilbaka. Það er svona það píndoði en hann sagði að þetta getur tekið alltaf 12 mánuði. Ég með rosalega mikla samgróninga sem maður þarf að nutta á hverjum degi. Maðurinn minn bara fékk kennslu í því. Og þeir eru aðalega tilkomni vegna þess að ég náttúrulega fyrir þessa aðgerð daginn áður en að mamma mín lést og atið í vikunum sem kom á eftir olli því að ég gat ekki fókusa almennilega á batan en læknirinn minn vissi alveg af því og gaf alveg grænt ljós, ég mátti gera allt upp að sársaukamörkum. En við vissum það að það yrðu afleiðingar og það er bara að vera að takast á það. Það er ekkert sem að ég hef áhyggjur af. Og ég er bara rosa glöð að vera komin aftur í gott prjónaform og að ég sé farin að geta spunnið af því að það var eitt af því sem var að fara að trufla mér rosalega í þessu öllu. En ekki lengur. Þannig að það bara gæti ekki verið glaðari með það. En þá er ég í rauninni búin með klárinn. En ég ætla að setja hérna inn vídeó af þennum kjólum sem ég var að finna. Ég vissi alveg að þeim en við vorum að taka í gegn fataskápana hjá okkur. Minnka þetta fatarugl sem maður á og allt það. Og þá dúkkuðu þessi 2 fallegu kjólar upp og ég ætla að setja inn vídeóið af þeim hérna núna. Ég ætla að sýna ykkur hérna 2 kjóla, svona stelpukjóla. En þessi hérna er eftir tengdamömmu mína og er svona cirka 45 ára gamall. Og hún saumar þetta sjálf sem ung dama. Þetta er aðeins að gufa hérna flísið, þetta er búið að vera í vakúmpoka en þetta er alveg handsaumað bara nánast frá að til Ö. Það er sikksakk í kraganum sennilega því það hefur ekkert verið skipt kraga og svoleiðis og svo þegar ég fæ en þá er engin kragi. Ég fann ekkert svona í fljótu bragði sem ég leist vel á en ég fann hérna svona silfur þráð og bara heklaði kraga á kjólinn. Ég ætti að ganga frá endunum og svo ætla ég að vona að Hrafntinna mín geti allavega leyft mér að taka mynd af sér í honum en hún vill bara eitthvað mega þægilegt. Ég veit ekki hvort þetta flokkast undir það. Svo er þessi svuntan er sem sagt af mér og er þá cirka 45 ára gömul en mamma heklaði þessa svuntu og gerði kjól undir sem er týndur og tröllum gefin og sennilega bara uppnotaður af því að ég notaði þetta dress víst alveg óskaplega mikið. Þannig að þegar Anna mín, mammina Hrafntinu, var að komast á þennan aldur þá bara tók ég mig til og saumaði sem sagt þennan kjól á hana og ég bara sneið efnið þannig til að ég nýtti blúnduskrautið sem sagt fald á ermarnar og hérna niðri og líka til þess að búa til kragan og Hrafntinna ætla líka að vera í þessu fyrir ömmu og leyfa henni að taka myndir af sér í þessu. Það er rosalega gaman að finna svona dýrgripi og þeir eru svona stráheilir.
allavega nógu heilir til þess að sé vonandi að tæla dömuna í myndatöku. En hún eins og ég segi, hún vill helst bara vera í mjúkum bómulla kjólum. En við látum að það reyna, það er spennandi. Komið vídeónu þá er þetta sem sagt, annar kjólinn er handsaumaður eftir tengdamömmu mína heitna og hinn er sem sagt, svuntan er heklu af mömmu minni heitinni og kjólinn undir þessum hekla saumaði ég á elstu dóttur mína þegar hún var lítil. En þar áður fylgdi þessu annar kjóll sem að ég notaði í drasl þegar ég var lítil stelpa og svuntan er sannlega orðin 45 ára, 44-45 ára og saman má segja hinn kjólinn, hann er kannski 43-4 en þannig að það er æðislegt að geta haldið í svona dýrgripi og eins og ég sýni ykkur með kjólinn sem er fínflaulinu hérna ofan og plísera kjólnum að pilsinu þá hérna heklaði ég bara nýjan kraga á. Maður náttúrulega hleypur ekkert í búð þessa dagana til þess að eltast við eitthvað svona þannig að þetta er eitthvað sem að mamma mín hefði sagt mér að gera og hérna hún greinilega ýtti við mér og hérna ég græði þetta bara þannig og svo fékk ég mynd af dömunni í honum og var ótrúlega fín og flott og hún ætlar að vera eitthvað í honum jólin. Hinn er yfirstærri en mun smell passa örugglega á næstu jólum. Hann var aðalega ermasíður og náttúrulega alveg skósíður. Þannig að hún hérna verður búin að vaksa upp í hann fyrir næstu jól og ég er bara ótrúlega hamingjusöm að það sé vilji fyrir því að nota svona áfram. Af því að það er í rauninni engin notkun á þessu. Þetta er í einhverja svona hátíðadæmi og svo ekkert. En þannig að það er rosalega gaman að sjá þetta gangi í endur nýjum lífdaga. Síðan í tiltektin í fataskápunum, þá náttúrulega var ég að taka til peysunum aftur líka. Það voru orðnar svolítið margar og eru svolítið margar á prjónunum og þú veist, 2 nýdottnar af prjónunum og þannig að ég bara skellti í sölu. Það eru 3 peysur sem eru inn á Instagraminu mínu Helga 71 sem ég ætla bara að gefa. Þannig að endilega hafi samband ef þið getið kíkt á þar og sent mér bara skilaboð ef þið áhuga á að bara eignast þær. Ég varð bara að búa til pláss svo ég gæti komið fleirum nýjum fyrir. Og þannig ég setti nokkra sem eru bara eiginlega bara mátaðar og skellti þeim bara í sölu. Og meðal annars seldi ég aðra af þessum sem ég sýndi ykkur í síðustu viku, þessa ljósari síðarma. Já. Og það er ein eftir. Hún fór í mátun sem sagt í gær en hún var of stóra á hana. Þetta er svona small til medium og mjög langar ermar á þeim. Þannig að þetta myndi henta hávaksinni konu mjög vel. Þannig að þessi er líka bara up for grabs. Þetta er Alaska gard frá Drops, ullagard. Og ég bara er að selja þetta fyrir gardkostnaðanum. Bara svona, þú veist, til þess að friða samviskuna aðeins. Þannig að ef það er einhver áhugi fyrir því, þá fer þetta á alls ekki mikinn penning með að við vinnuna sem við fer í svona. Eins og við vitum sem að erum hér saman. Svo þetta sem ég hef verið að vinna í. Munið daginn, þá var ég að tala að ég ætla að fara að rekja þessa upp og bæta inn og prjóna saman með öðrum þræði. Af því mér var svo flott sem að Kristín var að gera með svona garni. Þetta er frá Kristínu í Vatnsnes. En svo tók ég þetta upp og sagði nei, ég ætla bara að halda áfram með þetta svona eins og þetta er. Ég ætla ekkert að fara eitthvað að vera með vesen. Þetta á að vera svona innipeysa og þá er maður ekkert að fara að bæta einhverju kasmír blöndu í það. En ég er semst ennþá bara í útaukningunum. Ég held að sé svona, ég fór og átti yndislega stund með prjónavinkonu í
þú veist, með 2 metra fjarlægð og allt það. Við mösum út í eitt og þá gekk svolítið á þetta. Ég þarf að fara að telja núna og sjá hvað ég ætti að gera margar endurtekningar. En þetta er hið geggjaða Garn Bubbles og Pride liturinn 2020 frá Kristínu Varsnes. Ég hef með 4 svona. Þetta er sérst 90% merinoil, superwash og 10% nælon. Gefið fyrir prjóna 2 mm til 8 mm og það eru 400 metrar í 100 grammunum og ég er að nota 4,5 mm prjón í búkinn og þá 4 mm í stroffið. Þannig að þessi fékk að halda áfram. Svo er þessi hérna úr þessari hérna bók. Þessi. Og svona á hún að verða. Ég er ekki með svona mikinn kontrast. Alltaf hvolfi hérna höfðu frammi. Og hérna það verður svona miklu fínlegri litaskiptin hjá mér. En þetta er sem sagt alltaf 1 þráður af Lace Drops, litur 0100 og svo Kidsilk Mohair, hvítur og það er aðal liturinn. Og þessi er svo mikið sem númer 1 og svo er þessi lavender númer 09. Það eru þessar örfínu rendur sem koma. Ég er að klára, í rönd númer 2. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem hendist af prjónum. Það er svona, þetta er 4 mm prjóna. Er það ekki? Jú. Þetta bara svona, já, grípi í. Ég er ekki alveg viss, sko ég er alls ekki sleip í þessu máli sem þetta er í hvort sé danska, norska eða hvað. Þannig að ég keypti, það var til sem sagt ensku þýdd uppskrift inn á Ravelry af barnapeysu í svipuðum dúr. Ég keypti hana, held að það myndi hjálpa mér eitthvað, en neip, það er ekki vel þýtt á ensku. Þannig að það, en ég finn út úr því. Ég hugsaði með mér að ég legg þar saman uppskriftina af þessari peysu og þessa þýddu, þá kannski kviknar á einhverjum perum í höfðinu hér. Nú, svo er það 3. peysan sem ég er að vinna í. Það er Aloha. Hún er prjónuð á 3,75 og ég er búin með munsturbekkin og er að fara í síðustu útaukninguna. Síðan þarf ég bara að prjóna hún til ég get skilið af fyrir ermar og hérna halda áfram með það. Þetta er uppskriftin. Það er notað í hana svona light fingering og mohair, en ég bara er með fingering og er alveg á prjónafestunni og þetta er Madeleine Toss gard sem ég er að nota. Og já, þetta er komið meira í gang heldur en það var. Síðan er það bara jólasokkarnir, bara hæl, tá og stroff. Sjá, hvað var þetta aftur?
já, þetta er sérst hérna líka hex. Ég ætla að gera, þetta er sama og ég var að sýna ykkur áðan. Hér er já, jólaskrautið hennar ömmu frá systraböndum. Ég tek það næst, ég tek ekki hexið að því ég er búin að gera eitt par af því, þá er það ekki í forgangi. Og svo er hérna leiðindaskjóða líka frá hex. Og þá er ég búin með rúlluna af þessum handlituðu. Svo á ég aðra rúllu af hérna frá Regia og Opal og svoleiðis svona fjöldaframleitu sem að hérna bíða mín. Ég þarf nú að fara að taka þetta saman. Hvort með vanti meira jólagat. Ekkert endilega viss það. Það kíkja, svona þegar að koma jól. Hvað er við hér? Þetta er mikið Regia held ég. Svona í nokkrum snákum. Og hérna er einmitt Vassnes hespa, jólahespan. Ég var að fara að skella henni í jólina. Jólaliturinn í ár, húp. Þannig að, nei, ég held ég sé nú ekki með 24 ólík, en ansinn er riði. Já, þetta kemur allt. Herðu, svo er ég búin að eiga þessa dýrð ónotaða allt og lengi. Af því að mér langar svo til þess að sýkka hana. Og ég sýkka þetta. Og ég er ekki búin að því, en nú er ég búin að taka hana fram. Ég er búin að setja gatn í pokann. Og þegar ég er búin með verkefnið fyrir Stíven, þá fer þetta í gang til þess að fullvinna. Og það sem ég geri er að ég tek bara upp, ég er ekki að fara að rekja neitt upp, ég seti þetta bara upp á prjón. Prjón og svo bara neðan á það eins og mig langar. Þangað til jólin. Það er aðalega framhliðin sem ég vil fá síðar en óhjákvæmilega sýkkar náttúrulega líka bakliðin. Og ég er með hérna bara svona singles og mohair sem ég ætla bara að leyfa mér að leika mig með þarna neðan á. Og já, nú meira hérna singles ef þarf. Þannig að þetta verður vonandi komið í gott gagn bara áður en langt líður. Svo er ég með eina peysu inn í stofu sem að ég hef ekkert gert í sem er kolsvört og eiginlega bara verður að bíða þess að það fara að birta meira. Svo er ég með eina óuppfitjaða. Síðan er ég að klára hérna, ég er að klára garnið sem ég nota í teppið frá Grandma with Love og er að gera litla dúllur bara á afgangnum og það verður kannski barnateppi eða púðaver eða eitthvað, það kemur bara ljós. Og síðan er ég að hekla svona bara ömmudúllur úr alls konar mínjum sem að ég á ekki von á að gagnist mér í öðru. Það er rosalega mikið blátt og svona litir sem að ég myndi ekki klæðast en finnst hrikalega fallegir og langar til að nota. Þannig að þá held ég að, jú, svo er ég með hérna í einni körfu teppið sem ég var að hekla fyrir mömmu en ég er ekkert að taka í það, ég er ekki alveg tilbúin að hérna fara að vinna alveg strax í því aftur. Það er ekkert sem að liggur á úr þessu. Þannig að það er í rauninni
þetta er bara ganga að losa aðeins af prjónunum. Það væri geggja að ná að klára kannski 2 af þessum peysum fyrir áramót, en það bara verður bara æði ef það gerist. Ég efast það að því að ég ætla, var ekki einhver hérna í X sem sagðist ekki ætla að fara að fitja upp á einhverju neinu nýju fyrir mig á næstunni. Ég náttúrulega veit að ég er alltaf, þegar ég er að vinna fyrir Stephen, þá er ég náttúrulega, það er nýtt verkefni og allt það, en það telst ekki með mínum uppfittum, skiljiði. Nú, svo fór umræðastaðinn á Facebook síðan einslétt einburðin það var eitthvað sem ég kannast við þar, sem var eitthvað andlaus og svona hvað ætti að vera jóla uppfitið hennar, aðfangadags uppfitið, og ég við bara höldum áfram að klára það sem við erum með í vinnslu, sko, ekkert eitthvað nýtt, bla bla. Herðu, svo hún Linda Hippi Barbanett. Ég var svo sem búin að sjá þessu uppskrift, en svo gerði hún mér þann óleik að setja inn linka á þetta stykki sem að heitir Modular Inlay Wrap, og þetta er eiginlega svona hálfteppi sem hún vefur þig inn í, og ég var búin að vera svona að gjóa augun á því, sá það náttúrulega á Instagram feedun hjá Stephen og fannst þetta rosalega heillandi, en það var bara nei, gerum þetta ekki. Svo fer ég bara skoði þetta betur og varð bara svona líka sjóðheit fyrir þessu. Þetta er náttúrulega þó þetta sé bara svona rétthyrningur eða fyrirhyrningur eða hvað sem þetta er, bara svona óskup venjulegt í laginu, og þá er það náttúrulega auðvitað mjög Stevenslegt, og þetta er garðabrjót, þetta er svo til heilalust og bara leikur með liti, eða bara eins fáa liti og uppskriftin leiða þér að komast upp með. Og ég hugsaði bara, ok, ef að ég verð alveg óð þegar ég sé að þær byrja að fitja upp á einhverju aðfangadag, þá bara ætla ég að vera búin að taka þetta til og henda mér á vagni. Og það eru sem sagt, aðaliturinn eru 2 hespur, og þetta er bara eitthvað sturla fallegasta græna stöf sem ég veit um. Þetta er Yak Single frá Queen Fiber. Þetta er 65% súbós merino, 20% silki og 15% jak, og það eru 480 metrar í 120 grammunum. Þið ímyndaði ykkur lúksusin í þessu. Og þessi litur er náttúrulega bara alls ekki skila sér, en hann er guðdómlega grænn, og það er náttúrulega jakki er svona grátt í sér, þannig að það er fluffy. Og svo var ég búin að setja inn alveg 9 myndir á Instagram, alveg bara að reyna að finna rétta kombóið. Rétta kombóið fættist ekki almennilega, svo ég ákvað bara að nota það sem ég á upp undið. Og þetta er svolítið merkileg hespa. Þetta er takk fyrir að vera fyrsti viðskiptavinur netverslunarinnar okkar. Kveðja, today I feel. Ég átt fyrstu pöntununa hjá þeim inn á Etsy á sínum tíma. Og þessi fær að potast ekstra hann inn í. Og svo er náttúrulega peysan hann sem ég er að fara að síkka. Þar er ég líka með svona einspinnur. Og kannski hræði ég eitthvað til í þessu sem ég er með hérna. Fær á milli og eitthvað svoleiðis, og svo fer bara restin þá í þessa hítu á Modular Inlay Wrap, af því að mér langar að nota þessa einspinnu í það til þess að gera það svona stórt og létt en samt juicy og hlýtt, skiljiði. Ég heiði alveg á mér, ég er að fara að gera það. En það kemur svo bara ljós, þú veist, ég veit eiginlega ekki hvað dagur er. Kemur svo bara ljós, hvort það verður á aðfangadag eða á Þorláksmessu eða á gamlárskvöld eða whatever. Við erum hvort þeir ekki að fara neitt eða gera neitt eða fáum pappa gamla í mat á gamlárskvöld, og annars verðum við bara hér mikið að bara eina rúlast. Jú, við kíkjum á krakkana og eitthvað svona, en við erum ekki að fara inn eina veislur. Skítrætt við þetta nýja afbrigði sem er mætt á svæðið. Og
Þannig að það verður nægur prjónatími hérna jólin. Og síðan, já, ég held ég alveg búin að tala um hérna þetta jólaverkefni sem ég er orðin bara sjóðheit fyrir. Hagalegt alveg. Maður liggur maður þurfa að fara í svona, ef maður væri ekki svona háður í að hitta fólk á netinu núna út af ástandinu, þá væri kannski gáfulegt til þess að fá ekki uppfytun að kasta að bara hætta að vera á samfélagsmiðlum tíma. En nei, þetta er allt í lagi. Það má allt. Það sem þetta pokan var jólaliturinn frá Dr. Dæverks. Ég stóðst ekki mátið þegar Salome hendi inn á Facebook síðana sína og lét vita að það væru örfáar eftir. Ég gat ekki, ég stóðst þetta ekki. Þetta fyrir sokkasafni. Þetta er 75% meirinn á súpuvós og 25% nælon, 425 metri í 100 grömmunum og náttúrulega litað alveg dýrlega af henni Salome. Jingle bells og svona auka með sem er svona semi-solid með svona mikilli hreyfingu í græna litnum. Það er geðveik og hespan stóra sjúk, sko. Ég er bara, þetta er svo miklu flottara heldur en myndin gefur til kynna. Þetta minnir mig pínlítið á svona eins og það hafi verið tússað, litnum hafi verið tússað á gatnið. Alveg geggjaflott. Þannig að einn einn svona. Síðan fór ég í smá vöruskipti við hana hjá Álfagarni. Ég gerði nokkra snáka fyrir hana og valdi mér í garn í staðinn. Þetta er álfaryk, þessi ljósi, og álfasól og miðinn á þessum er horfinn. Hann er einhvers staðar en þess að. En þetta er álfa eitthvað. Hún var búin að vinda þessa upp. Og hún er náttúrulega með rosalega svona glaða og sterka liti, þannig að það var svona pínu óvenjulegt að finna eitt svona bara daufan miðað við það sem hún gerir venjulega, en alveg geggjafallegur. Og þetta er meira 85% og 15% nælon súpuvós, bara 400 metrar í 100 grömmunum. Og ég grunar að þetta sé það líka. Ég þarf að skoða bara, ég þarf að finna með hann er inn einhvers staðar. Þannig að, já, ég stunda þetta alveg að gera svona vöruskipti við handlitarana og gera snáka fyrir þær og ég fæ gafn í staðinn. Mér finnst það líka rosa skemmtilegt. Þá er ég að fá svona frítt gafn. Þá er ekki að borga beinar að peninga, þó ég vinni fyrir þeim og þá er það samt svona. Þannig að já, ég held bara að þetta sé orðið bara feiki fínt í dag. Við hjónin vorum að koma á smá svona endurhæfingaferð. Við fórum aðalega skiptum umhverfi, fórum í bústaði við Apavatnum helgina sem var dásanlegt. Fórum í einn göngutúr, annars vorum við bara að glápa á sjónvarps eða þáttaserju Jessica Jones, nýjustu seríuna á Netflix. Horfðum að hana upp til agna, fórum í heitipottin, átum rosa góða mat og bara, já, hlóðum batteríin og þetta var svo nauðslegt að því ég var komin með alveg bara geðveikan kvíða fyrir jólunum sem ég aldrei upplifað áður, en það er náttúrulega bara út af atburðum síðustu vikna í fjölskyldunni og andláti mömmu sem sagt. En ég einhvern veginn náði að hrista þó úr mér. Byrjum helgina á að heimsækja ótrúlega fallegt heimili og góða vinn okkar í Grímsnesinu og bara þvílíkt notalegt að hefja þessa hvíldarferð þar. Og þannig að það var bara dásanlegt. Og við næstum snérum við þegar vorum að heimlega í gær því það var alveg blanka logn og nístandi frost og kuldi þar. En svo þegar við vorum á leiðin hingað þá var bara komið vindur á leiðindi, en vinnunnar vegna þá varð helgi að komast heim.
og annars hefði alveg geta verið þang til í dag. En það er svo sem alltaf líka gott að koma heim og já, mér bara líður mikið betur og er bara að fara að hlakka til jólana. Nú, en ég veit ekki, kannski sjáumst á milli jól og nýjárs, kannski bara 2021, kemur bara í ljós, fer eftir hvernig afköst og ástand verða á Kellu. En ég bara, ef ég sé ykkur ekki fyrir næsta ári, þá bara óska ég ykkur gleðilegra hátíðar og vona bara að þið hafið það notalegt á næstunni og þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina á þessu ári og allan hlýhuginn og já, bara allt þetta góða sem þið gerir fyrir mig. Já, eins og ég segi, ég væri löngu hætt ef þið væri ekki svona hvetjandi og góð við mig. Þannig að þangað til næst, þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst. Takk fyrir og bless bless.